Jæja, þá það fornar slóðir. Ég núna á leiðinni yfir í Sauðlauksdal og Sauðlauksdalur vestan megin í Patreksfirði. Sauðlauksdalur fornfræg kirkjujörð og vatnið í dag hluti af veiðikortinu. Eitt af 35 vötnum ef maður rétt. Þetta það vatn á sunnanverðum Vestfjörðum sem ég hef haft svona mest gaman að veiða. Það hefur verið mikill fiskur í vatninu, bæði bleikja og urriði. Ég veit nú ekki til þess að lax hafi gengið uppi, það getur svo sem vel verið. Það er alveg laxgengt í raun og veru. Fiskurinn getur farið út í sjó og upp aftur. Vatnið að mörgu leyti sérstakt. Það hvítur sandur þar og mjög fallegt umhverfi. Nú í Sauðlauksdal voru fyrst ræktaðar kartöflur á Íslandi af Íslendingum. 2 árum eftir að það var fyrst prófað. Já, það voru sem sagt fyrst ræktaðar kartöflur af Íslendingum í Sauðlauksdal 1786 minnir mig. Gæti nú samt verið eitthvað skeika nokkrum árum hana. En þeir byrjuðu á því á Bessastöðum í umboði Danakonungs 2 árum fyrr. Þá var það barón einhver sem að prófaði þetta. Það mig minnir. Hann hafði allavega einhvern titil. Nú, það náttúrulega þarf ekki að segja mikið frá því hvað kartöflur voru mikil búbót á Íslandi. Og eru það enn. En það alveg von á að ná fallegum fiskum í Sauðlauksdal. Það geta verið feiknafallegir urriðar þarna. En svona mestmegnis þetta svona smærri bleikja. En þó geta komið mjög vænar upp á milli. Og það verður bara spennandi að sjá hvað gerist á eftir. En við erum allavega, það svona 10 mínútur í þetta, eitthvað svoleiðis. Það náttúrulega ekki að fjölyrða vegina víða á sunnanverðum Vestfjörðum sérstaklega. Það mætti alveg taka það til skoðunar en það nú hægt að koma þetta á hvaða bíl sem Hérna sjáum við flugvöllin við Patreksfjörð. Flugvöllin raun og veru beint á móti þorpinu, Vatneyri, og við sjáum Vatneyri kannski þarna í baksýn, en þetta svona einn af þeim flugvöllum sem ekki lengur eru í notkun. Nú flogið á Bíldudal og þannig að þetta raun og veru bara svona minjar forna frægð eins og kannski víða að finna hérna. En þetta afskaplega fallegt umhverfi. En veginir eru það borgar sig að fara rólega bara. Þetta ekkert, það ekkert Það engin hraðakstur sem stundaðir hérna kannski. Hérna náttúrulega glimrandi gott veður eins og alltaf. Eins og þið sjáum það vatnið rosalega fallegt. Þetta alveg æðislega flott vatn og hvítur sandurinn og allt eins og best verður á kosið. Það ekki spurning. Svo bara að sjá hvað bleikjan að gera hérna. Skoðum það eftir. Jæja, það Sauðlauksdalurinn. Þetta dagur 40 hjá mér. Ég landaði 3, ég misti 2 eða 3 og sleppti 2. Það var svona í vinningatinu. En þetta eitt ansins smár en lendi svo mikið úr mig, ég sleppti honum ekki. En þetta Sauðlauksdalurinn og það
mikið minna fiski hérna núna heldur en hefur verið finnst mér. Ég veit ekki hvort það flundran eða það mikið flundru hérna. Meðfram allir í ströndinni hérna, að öllu. Ef þú lappar sandinn þá sérðu hann að skjótast út. Alveg upp í ána. Allavega það sem er hvítusandur er auðvitað að sjá hana. En þetta er gríðarlega fallegt svæði og hingað er rosa gaman að koma. Virkilega gaman að koma. En dagur 40 og 3 fiskar lágu. Svoleiðis er þetta. Söðlausdalurinn, Patreksfirði. Fallegur staður.